Já, við erum náttúrulega öll íslenska þjóðin harmi slegin vegna þeirra hræðilegu atburða sem endurtekið hafa skekið íslenska þjóðarsál. Það virðist sem að 3 börn hafi verið svipt lífinu á þessu ári og það er nú ekki komið lengra en svo að það er bara miður september. Þetta er nú eitthvað sem að virðist alveg fordæmalaust í íslensku samfélagi. Við urðum vitni að því á föstudaginn, við sem hlustuðum á útför Klöru Bryndísar Klöru Birgisdóttur að sá sem flutti líkræðuna séra Örn Bárður Jónsson hann sagði að hið illa væri ég skildi hann þannig að hið illa væri í heimsókn og hann talaði eitur og hann sagði að ef við myndum líka samfélaginu okkar við vatnslögn og vatn væri eitrað sem kemur úr vatnslögn þá væru yfirvöld búin að stoppa það af, skrúfa fyrir vatnið og það er þetta hugans eitur, þetta samfélagslega eitur sem að mér langar til þess að ræða við séra Örn Bárð, vertu velkominn til okkar. Takk fyrir. Mér langar nú að byrja á því sem að við öll erum að hugsa í kvöld sem er þetta nýjasta mál sem að enginn veit kannski almennilega hvað hefur gerst og það er svo blóðhrátt að það er ekki ölluleyti við hæfi að ræða það en þetta er samt tilvik númer 3 við árið var tiltölulega nýbyrjað þegar barn var svipt lífi sínu í Kópavogi síðan er það þessi yndislega stúlka sem að þú jarðsyngur á föstudaginn og nú er grunnskóla nemi hvað svona heilt yfir hvað getur þú sem sálusorgari ráðlagt íslensku þjóðinni áður en við förum í að reyna að finna einhverjar lausnir? Náttúrulega harmur og sorg er fyrirbrigði sem fylgir mannlífinu og ég sem prestur, búin að vera prestur eða þjónandi í kirkjunni í 40 ár auðvitað búin að vera með syrgjendum og í alls konar tilfellum og sumum hræðilegum og útfærir eru þetta miserfiðar stundum er dauðinn kemur hann eins og líkn og blessun en svo horfumst við í augu við þetta að börn eru sko deyja af völdum ofbeldis og það er auðvitað alveg skelfilegt. Sorgin fyrstulega vil ég segja að sorgin er ekki sjúkdómur. Sorgin hún er viðbragð við missi. Við erum þannig smíðuð að við finnum til að því að við erum með samvisku, við höfum í okkur vitund rétt og rangt. Við erum ekki tilfinningarlaus eða siðlaus í grunninn. Við höfum þennan ég vil ekki segja mekanisma því við erum ekki vélar við höfum þetta inn í okkur að finna til það er bæði gleði og sorg og hæfileikin til að elska og það nú þannig með ástina að hún er mörguleyti drifkraftur sorgarinnar og saknaðarins því að við syrgjum það sem við elskuðum og elskum og við getum auðvitað elskað áfram manneski sem er látin við elskum minninguna og eigum að halda henni á lofti mér þykir ekki gott ég er með svona skjal heima þar sem ég er búin að taka saman alveg frá því það eru langafar mínir langömmur og svo foreldrar og ömmurnar og afarnir eru báðar áttir og ég af og til í mínum bænum þá les ég þessi nöfn og þakka Guði fyrir þetta fólk
sumt að því fætt 1800 og eitthvað sko. Til þess að þakka fyrir þau því að án þeirra væri ég ekki til. Nei. Og ég kom nú inn á það í þessari ræðu að þetta undur að vera til, að hafa dottið í þann lukkupott. Og ef að baki þessari tilveru eins og ég trúi sé Guð sem að alvitur og sér allt fyrir, þá hefur hann við sköpun heimsins vitað alla möguleika á mannlegri tilveru sem hugsanlega gætu orðið til. Það er að segja öll þau egg og allar þær sáðfrumur sem gætu hafa skapað mann. Og við báðir erum ávöxtur af slíkum fundi eggs og frumu. Og duttum í lukkupottin, en það eru trilljónir, sko. Það er ekki hægt að rekna þær tölur, þeir sem ekki eruðu til. En Guð átti í huga sér áætlun þau, útlit og persónuleika og allt, en þau eruðu bara aldrei til. Þetta finnst mér svo mögnuð hugmynd. En á 40 ára embættissögu manstu annað eins tímabil og núna? Þessi þrjú mannslíf, ég geri það nú ekki. Barna. Geri það nú ekki, sko, morði mann þegar ég var unglingur, sko, morð voru mjög sjaldgæf á Íslandi. Já. Mjög fá. Já. Og þetta hefur aukist, það er einhver vanlíðan í okkur, það er eitthvað í samfélaginu og þú nefndir þessa áhrifavalda og þú nefndir vatnsleysluna sem ég notaði sem líkingu samfélagsmiðlana. Sko, ef ég nefni einn samfélagsmiðil sem ég reynda að nota ekki, sem heitir TikTok, hann í eigu Kínverja. Og honum greinilega beitt á Vesturlöndum til þess að hafa áhrif á skoðanir fólks. Og það kemur í ljós, ég fekk sendingu nýlega niðurstöðu könnuna sem sýnir það að Kínverjar vilja gerðan að Vesturlandabúar líti á sig sem mjög réttlætt mannréttindaríki, sem það nú ekki held í grunninn, sko. Nei. Og þeir sem líta á Kína sem mannréttindaríki og gefa til háa einkunn, þeir fara oft á TikTok. Þeir sem fara miðlungs oft á TikTok, þeir eru með miðlungsskoðanir á því. Og þeir sem fara sjaldan á TikTok, þeir líta ekki á Kína sem einhvert fyrirmyndaríki í mannréttindum. Þannig að þarna greinileg fylgni á milli miðilsins sem dælir upplýsingum, sálrænum upplýsingum, og við tökum ekki eftir því hvað að gerast. Og auðvitað þetta svona með alla miðlun, sko, alla fjölmiðla, dagblöð og sjónvarpsmiðla og núna netmiðla. Það engin miðill skoðanalaus. Nei. Það allir að koma einhverjum boðskap á framfæri, einhvers konar samtali eða umfjöllun samfélagið, og það hefur auðvitað áhrif á okkur. Þið eru að reka þessa stöð til þess að hafa áhrif á umræðinni í þjóðfélaginu, vekja máls á órétti og draga fram mál sem eru efst á baugi í samfélaginu, og það eru auðvitað þessi hörmunga mál sem við heyrum í fréttum í dag að barn eða unglings eða barna á grunnskólaaldi hafi látið lífið vegna ofbeldis. Það alveg skelfilegt. En í þessari, sko, ég tók þessa myndlíkingu í ræðunni til þess að vekja stjórnvöld til umhugsunar það hvort að, sko, nú ég mjög, sko, fylgjandi málfrelsi og öllu slíku. Já. En það alltaf spurning, sko, hversu langt má frelsi ganga? Og hvar eru mörkin að tjáningin verður skemmandi og skadar samfélagið? Og ég sé það til dæmis, sko, nú til dæmis birti var þessi útför, henni var streymt á netinu á föstudaginn, og þegar ég kom heim kvöldið og var að fylgjast með netinu, þá þetta var inni til miðnættis og þá voru 32.000 manns höfðu opnað þennan tengil inn á
athöfn og hort á eða hlustað, ég veit ekki alla athöfn eða hluta af henni. Það hlýtur að vera einhver mesti fjöldi sem að hefur fylgst Ég myndi halda það. Hér á landi. Já. Ég er búinn árum saman og ég tel mig vera eina prestinn sem gerir það. Ég birti allar mínar ræður á vefnum, bæði sem texta og hljóðupptöku. Ég er búinn að taka ræður upp árum saman. Já. Og það eru á 7.000 nú þegar sem hafa farið inn á vefinn minn og hlustað á þessa ræðu. Þú hefur verið aktífur í því að rækta tjáningarfrelsið og miðla sjálfur. Já, ég hef gert það. Mér finnst að þjónusta við syrgjendur og þá sem ekki komast, fólk í útlöndum og annað, að geta hlustað. Og ég sé náttúrulega umferðina á vefnum, ég veit ekkert hverjir fara inn, en það er svolítið merkilegt, ég sé stundum að ræða yfir einhverjum einstaklingi sem ég jarðaði kannski fyrir 10 árum eða 5 árum, að það er allt í einu verið að skoða hana núna og það getur verið, kannski dó ykkur annar bróðir sem dó eða það er viðkomandi hefði orðið 100 ára eða 70 eða eitthvað Þannig að það er einhver áhugi á að skoða eða rifja upp minninguna. Þannig að þetta er þjónusta sem að fólk notar. Og ég reyndar þegar ég fór úr Neskirkju og fór til Noregs 2014, þá fór ég með allt mitt ræðursafn út í Þjóðskjalasafn. Kom maður og sótti það og fyllti skottið og sendi þetta bíl. Og það var ekki búið að flokka þetta, en ég gerði svo djarfur að leggja þetta þar inn, þannig að það verður geta þá séð mína ræður hvort þar hafi batnað eða ekki, hvers eðlis þar voru þegar ég var að byrja og svo miðjum aldri. Og ég er náttúrulega búinn að vera í stórri næst fjölmennustu sókn í Reykjavík, var þar í 15 ár í Neskirkju, sem að nota bene er ekki á Seltjarnarnesi eins og sumir halda, heldur við Hagatorg í Reykjavík. Það er Vesturbærinn, það er að segja Sunnar Hringbrautar og Seltjarnarnesið var inn í þessu og Skerjafjörðurinn. Þannig að þarna auðvitað fékk ég gríðarlega þjálfun í prestskap. Og fékk svo mörg verkefni inn á mitt borð sem að auðvitað þjálfuðu mig í að semja ræður og tala og mæta fólki í sorg. Já. Það er auðvitað dýrmæt reynsla sem auðvitað kom fram í þessari ræðu. Já, þú skýrir hana Bryndísi Klöru og það er vinskapur á milli þín og fólksins hennar og þú hittir hana skömmu áður en hún lést, sagði mér hér fyrir samtalið. Já, ég skýrði móður systir hennar á dreng sem ég skýrði og þar hitti ég stúlkuna. Hitti ég Bryndísi Klöru, hafði ekki séð hana frá því hún var bara unga barn og gladdist auðvitað yfir því að sjá hana og maður auðvitað gleðst yfir því að hitta fólk sem maður hefur skýrt. Ég hitti oft fólk sem maður segir, þú skýrðir mig, þú fendir mig. Já. Og stundum kannast ég við andlitin en næ ekki að tengja því að þetta er svo margt fólk. Já. En þetta er nú, preststarf er auðvitað mjög gefandi starf. Maður kemur inn í líf fólks á hátíðastundum og sorgarstundum. Og það er enda merkilegt með kirkjun og ég var að fjalla þetta í Morgunblaðsgrein núna eftir biskupsvígsluna að kirkjan mætir fólki á stóru stundunum ævinnar án manngreinarálit. Skírnin er fyrir alla, hún er eins. Hjónavíslan er eins fyrir alla og hún er eins fyrir konga og drottningar, biskupa og verkamenn og alla. Það er engin munur á því þó að fólk getur svo með sínu ríkidæmi hengt utan á þessa athöfn, alls konar veislur og húllumhæ. Það er bara fólki frjálst. Já. Og svo er það útförin, hún er eins í grunninn fyrir alla. Já. Hún er eins. Þarna er kirkjan einhvern veginn svona í þessari þjónustu. Já. Þetta er, ég trúi því alveg þegar þú segir hver gefandi þetta sé, en þetta hlýtur náttúrulega að vera óskaplega erfitt líka og það sem hefur
komið mjög skýrt fram hjá foreldrum Bryndísar Klöru af því að það er kannski aðeins auðveldar að ræða hennar mál heldur en þetta síðasta, við vitum svo lítið þetta síðasta mál en það sem hefur komið fram hjá hennar foreldrum að sko dauði þessa ljósbera sem hún var samkvæmt mínum heimildum þá var hún að reyna að stilla til friðar þegar hún lét lífið og þetta verður að hafa einhver tilgang, það verður eitthvað gott að rísa upp af þessu í samfélagi sem að samkvæmt eins og ég les ræðuna þína mengað. Þú talar miðlun, mér heyrist þú vera að vara okkur við taumlausri miðlun, taumlausri dýrkun samfélagsmiðla. Mér heyrist þú vera að brýna okkur til þess að huga betur að hinu mannlega, nándinni, einhverju slíku. Hvað ef þú ferð svona aðeins yfir það sem að þú sérð fyrir þér sjálfur að gæti verið okkur til góðs, hvað myndirðu svona setja helst á oddinn? Sko, frelsi einstaklinga mjög mikilvægt og ég hef talað það áður og ég ræddi það ítrekað í predikunum mínum í Neskirkju fyrir hrun þegar mér fannst þjóðfélagið vera að fara á svo hraðri ferð í frelsisátt og þá sagði ég aftur og aftur í predikunum að ég væri fylgjandi frelsi en taumlaust frelsi endaði með helsi og það það sem gerist að sko Þú upplifa það aftur núna, finnst þér? Já. Ég að upplifa það aftur núna og ég notaði þarna skýringafrásögu úr biblíunu Adam og Evu í paradís svo margir sem misskilja biblíuna hún auðvitað full af alls konar textum meðan annars svona skýringartextum sagan Adam og Evu náttúrulega eins og málverk að þú lest hana það eins og þú sérð fyrir þér bara myndir sér fyrir þér garð og tré og ávexti og sumir sjá epli, það reyndar ekki epli í sögunni heldur ávöxtur sem þú mátt ekki borða af í þessari táksögu og ég held í grunninn að þarna hafi verið rithöfundur, skáld lífsspekingur sem að skrifa þessa sögu hann hefur líklega verið að rífast við konuna sína krakkarnir óþekkir og systkina sig upp á kant við hann og hann skrifar þessa sögu af hverju fer allt í vaskin hjá mér af hverju endar allt svona og hann kemur með þessa sögu hann býr til sögu fullkomin heim og inn í þennan heim kemur eitthvað utanakomandi það ekki frá Guði komið heldur það af heiminum og það slanga og svo tek ég þessa sögu lengra og sýni fram á það hvernig þessi slanga og þessi mynd opnar auga okkur fyrir því hvernig til dæmis stafrófið misnotað, prentlistin, útvarpið, sjónvarpið, alnetið og gervigreindin. Það kemur alltaf höggormur inn í sérhverja paradís. Það í lífinu brotalöm sem ekki Guð að kenna samkvæmt Guðfræðinni heldur komin til vegna manneskjunnar. Hún hefur vikið af leið. Brotalamar manneskjunnar. Brotalöm manneskjunnar. Og þessi brotalöm í okkur öllum. Hún í mér, hún í þér, hún í öllum. Og eina leiðin til þess að forða okkur frá því að skaða okkur sjálf eða skaða aðra, það að huga að hinum góðu gildum. Það kærleikurinn, það elskan, það vináttan, það virðing fyrir mannslífinu. Og það skelfilegt ef að börn og unglingar get ekki frjálst höfuð strokið í samfélaginu. Auðvitað þetta undantekningatilfelli. En ég vil nú þó minna á eitt sem að stundum gleymist. Að íslensk börn öðluðust fyrst sjálfstæðan tilverurétt og taktu nú eftir orðinu tilveruréttur með kristnitökunni. Því kristnitakan bannaði útburð. Það var faðirinn sem mátti ákveða það hvort að hvítvóðungurinn fengi að lifa eða yrði borin út. En kristindómurinn sagði, þessu verður að linna. Barnið á sjálfstæðan rétt til að lifa eftir að það hefur fæst. En hvað það í offrelsinu ef ég get spurt sem svo
núna sem skekur undirstöður samfélagsins, kveikir allan ótta, sviptir börn lífinu. Allt samfélagið íslenska vægasagt hugsi, og ég held ég geti bara sagt að það sé mikið myrkur í samfélaginu sem stendur vegna þessara mála. Já, það er taumleysið. Það er taumleysið. En svo gerist það með þessari, sko, það er nú þetta með dauða elsku, sko, Bryndísar Klöru, sko, þá verður einhvers konar, þá verður sorgin svo mikil og fólki bregður svo við þetta, að hennar líf og hennar ljós hefur þau áhrif að vekja fólk til vitundar hið góða og að efla það, og það er auðvitað þetta taumleysi í líf okkar sem er að fara með okkur. Og taumleysi fylgir ofrelsinu eða eitthvað. Já, sko, það verða að vera mörk á öllu. Og það sko, við erum búin að upplifa það núna á seinustu, sko, 200-300 árum, þessa áherslu á meiri mannréttindi og allt þetta, og tjáningafrelsið og allt það. Og auðvitað er það mikilvægt að fólk geti tjáð sig, en það verður þá geta staðið við orð sín. Það verður að vera tjáning sem er ekki bara bull, hún verður að vera eiga sér einhverja rætur. Og svo takast á í þjóðfélaginu ólíkir straumar, og þegar maður fer að skoða straumana þá er svona, já, það er kannski engin með allt á hreinu. Nei. Engin stjórnmálastefna, og það er vandlifað í þessum heimi. Hvert vil maður að taka afstöðu til mála? Það er allir með eitthvað í pókahotninu sem er ekki í lagi. Og svo er þessi gríðarlega auðsöfnun sumra og kostnað annarra. Sjáðu ólígarkana í Sovétríki, í Rússlandi. Sko, almenningur hefur það ekki svo gott. Nei. Það eru örfáir sem fleita rjóman af öllu, og þetta var gerst í íslensku samfélagi. Já. Við erum að gefa auðlindir okkar. Já, við eigum okkar eigin sjávarútvegs ólígarka. Já, og menn eru með, ég sendi nú nýyrði í orðabókinni að það voru arðyrkjumenn og arðslöngur. Já. Og menn koma með sínar arðslöngur og vilja fá tengja. Já. Við viljum fá græða á þessu. Já. Við viljum fá arðina af Landsvirkjun, við viljum fá arðina af vindorkunni, og við viljum bara koma okkar slöngum í þetta svo að við getum verið áfram með okkar snekkjur og okkar íbúðir og villur út allan heim og svo framvegis. Þetta er auðvitað sjúklegt. Það er ekki verið að uppfylla grunnþarfir hjá þessu fólki, það eru ofþarfir. Er ekki nefnilega, sko, græðgin, er hún ekki hólað innan? Það er ekkert skjól í græðginni. Græðgin er bara, sko, mammon er bara vondur guð. Já. Hann er bara falskur guð. Já. Og menn trúa á falsguði. Já. Og menn trúa á tröll og forynjur. Sko, mammor er auðvitað eins konar forynja, eða tröll, hann er skrýmsli. Já. Þetta er náttúrulega bara myndgert. En ef þú væri forsætisráðherra í dag, séra Örn Bárður, hvert svona yrði þitt fyrsta verk? Hver er þín fyrsta hugmynd svona reyna að koma aftur aga, trausti, ást, þar sem fyrir er hattur eða ótti eða myrkur, ljós í myrkurstað. Er þetta, sko, það sem ég er að velta fyrir mér er þetta á færi stjórnmálamanna, eða er þetta bara svona hver og ein fjölskylda við öll sem samfélög? Hver getur tekið til? Auðvitað eru fjölskyldirnar grunnurinn, en stjórnvöld hafa auðvitað mikil völd. Þau hafa úrræði til þess að beita fjármunum og stofnunum til þess að bæta samfélagið, og ég dreg enga dul á það að kirkjan og trúarstofnanir hafa mikilvæg hlutverk að gegna, og ég sagði í ræðunni að það geta allir, sko, lagst á sveif með kærleikanum hverja trúar sem þeir eru. Kærleikurinn er ekkit séreign kirkjunar, hann er auðvitað bara universal hluti af mannlífinu, og við getum elt hann með ýmsu móti. Hvernig getum við
sinnt börnunum betur, það kannski spurningum að vera meira með þeim og maður sér að sumir foreldrar leggja sér mjög fram það að fylgja börnunum eftir í tómstundum, íþróttum og öllu þessu og eru alveg til fyrirmyndar og meðan aðrir eru kannski meira einir, ég veit það ekki, ég hef ekki upplýsingar til þess að greina samfélagi svona en maður bara skynjar þetta svona með því að lesa fréttir og fylgjast með, þá skynjar maður að það er ekki allt í lagi, sko. Ég var nú að tala við prest sem var með fermingabarnamót og finnur gríðarlega mun á fermingabörnum núna eða fyrir 20 árum. Hvernig það? Já, bara þau virðast vera rólegri og hafa fengið jafnvel sko betri svona betri fóðrun heima og svona á hugmyndum og andlegu efni og þannig að þetta svo sem ekki segir ekkert allt þjóðfélagið og einn prestur segir þetta sko en þetta byrjar auðvitað heima. Þetta byrjar með því að maður læri þessi gildi sem að skipta máli. Ég bara hugsa þegar ég er strákur og Ísafirði, ég er ekkit kem ekkit af svona einhverju súpertrúuðu heimili, bara venjulegu heimili og foreldrar mína mistu bróður minn Bárð, hann var jarðaður réttu mánuð og 28 dögum áður en ég fæddist, þá var hann grafinn. Og þau eru auðvitað í harmi þegar ég fæðist en ég elst upp fyrir það er Jesú mynd yfir rúminu mínu, Jesús að biðja og það er lesið fyrir mig og ég fer í barnaguðsþjónustur hjá séra Sigurði, föður Agnesar biskups og við förum á herinn og lærum að syngja þar og við förum í skátana og þar er svona kristindómur svona í bland og við tökum þátt í stúkustarfi og það eru kenda biblíusögur í barnaskóla og í gagnfræðaskóla. Þannig að mann, sko, gildin sko, bara eins og sagan miskunnsama samverjan, hún, sko, maður lærir þessa sögu, hún fylgir manni. En andlegt líf er svona kannski, það hefur kannski vikið svolítið fyrir efnishyggjunni. Þú ræðir mammon sem vondan guð. Er það þá svarið út úr ógöngunum og er það orsök sko við erum hryllilegra atburða að mannsálin hún læsist í því sem síst gildi sem er hið dauða efni en ræktar ekki andan eða? Ég veit ekki hvað það er sko, auðvitað getur fólk veikst á ýmsan hátt og orðið fyrir skaða eða fengi andlega sjúkdóm eitthvað slíkt eða tekið inn eiturlyf og annað sem að brengla hug og sál. Við erum sko í grunninn, ég trúi því að við erum líkami, við erum sál, það er vitsmunarlífi og við erum andi, það er þetta andlega svið í okkur. Við segjum stundum, ég finn það í hjarta mínu, það er einhver stöð hérna sem er mikilvægur áttaviti og við þurfum að rækta þessi þrjú svið. Ég meina, fólk fyrir líkamsrækt og fólk mentar sig en hvað gerir það við andan? Sko, hvernig þjálfum við andan? Það gerum við með því að iðka trú, með því að velta fyrir okkur hinstu rökum og pæla í því og ég hef verið að lesa bók eftir, ég er búin að vitna mikið og geri það reyndar í ræðunni við hann Ian McGilchrist sem er breskur geðlæknir og bókmenntafræðingur, líffræðingur og heimspekingur og hann segir hann segir að það skiptir máli fyrir bæði líkamlega og andlega heilsu að við sinnum þremur þáttum, að við sinnum okkur sjálfum og við séum í góðum tengslu við okkur sjálf og við náungan og við mannlífið, þjóðfélagið. Að við séum í góðum tengslu við náttúruna, finnum til samkenda með náttúrunni og skynjum það að við erum hluta af henni, að moldu ertu komin og að moldu verður aftur. Og svo þriðja sem að segir, það er að skynja sig og rækta vitundina the sacred sem hann kallar, hið heilaga, hið háleita við Guð. Og þessi þrjú svið, sko, hið mannlega svið, þjóðfélagið, náttúran og hið æðsta, trúin, þetta
gera okkur beinlínis sko, geri bæði andlega og líkamlega heilsu betri. Já. Þannig að þarna held ég nú að sé eitthvað að í samfélaginu, að við erum að leita á vitlaus mið. Já, hvað gerist áður en fólk veikist með þeim hætti að það fremur slík voðaverk eins og við erum að ræða núna? Það stóra spurningin sem við þurfum að reyna að finna einhver svör við. Já, en ræðan þín var falleg og ég held að hún hafi kannski hjálpað sumum og en mér langar kannski í lokin séra Örn Bárður að aftur að kannski reyna að loka hringnum á svipuðum nótum og við hófum þetta spjall. Hvernig eiga foreldrar að ræða þessar staðreyndir sem uppi eru núna við börnin sín? 3 börn hafa verið svipt lífinu, 2 af hálfu fullorðina, náinna aðstandenda þér virðist vera, 1 af hálfu ókunnugs annars barns, fjöldi manndrápa og morða á fullorðnum líka eiginlega í hæstu hæðum. Það meiri segja hefur verið stór fjölgun í banaslýsum í umferðinni frá áram á undan. Það sitt hvað sem bendir til þess að spennan í samfélaginu, það sé eitthvað sem öðruvís en það hefur verið nokkuð lengi. En þótt ekki væri nema bara þetta að hvernig eiga foreldrar að ræða við börn þeirra sem ég vænti þess af því að börn eru neytendur frétta eins og fullorðnir. Þú getur ekki haldið svona upplýsingum frá börnum, þau eru væntanlega ansi ung, þau yngstu sem að fá að vita það að það margt sem bendir til þess að fullorðin einstaklingur hafi banað eigin barni í gær og voru við þá ekki búin að ná okkur eftir síðasta áfall á undan. Hvaða orð best að nota fyrir börnin? Hverju eigum að halda eftir? Hvað eigum að segja þeim og hvað svona slær á kvíðan í þeirra brjósti helst? Hvert væri þitt tilræði þar? Auðvitað kemur ekkert í staðinn fyrir það að mamma og pabbi setjist niður með barninu til þess að kvöldi, ræði daginn, undirbúi svefnin og nóttina, syngi sálm eða fagurt ljóð eða og í talningjum farið með bæn. Og ég ætla að fara aðeins aftur að útförum. Það nefnilega í seinni tíð, þær eru meira og meira að fara í þann farveg því að Íslendingar eru orðnir svo miklir atburðarstjórnendur. Konurnar vilja ráða brúðkaupunum, búin að skipuleggja það í 4 ár sko. Allt í smáatriðum, sérstaklega brúðurnar. Og allt gott með það að segja. Og svo útfarirnar, fólk vil fara að ráða meira og minna öllu þar, allir í músík og öllu slíku. Og það verður svo mikil áhersla á dægurtónlist og svona vinsældarmúsík á kostnað sálmanna. Og ég hef sagt sko að það að leggja áherslu á minningarnar, það eins og að keyra bíl og horfa bara í baksýnisspegilinn. Sálmarnir eru framrúðan, vegurinn framundan og himinin. Og þangað þurfum við að horfa og það þarf að hjálpa börnum að skilja það að baki tilverunni sé kærleikur, sé afl sem elskar þig í öllum aðstæðum og það verði líka fyrir að láta bræðina ná tökum á þér í einhverju vondum aðstæðum og fremja ódæðisverk. Þetta vitundun að þú sért barn Guðs og Guð sé með þér. Og þessi tilfinning, hún svo mikilvæg, hún varðar bara tilvist okkar að eiga þetta hér inn í okkur. Því að barn getur mist foreldra sína og það eigi þá vissu að þrátt fyrir allt sé til æðra afl sem sé elska. En þau sem ekki eru trúð, hvaða leið hafa þau? Já, þau hafa þá náttúrulega bara sína barninu elsku og umhyggju. Ég held að skáldskapur, það að lesa sögur sé ein lausnin og
og það ein fræg saga eftir H.C. Andersen ísdrottninguna sem náði tökum á stúlku og stúlkan gat ekki beðið bænenda sínar því að hún var týnd. Sko skáldin hafa verið að fjalla þetta og bæði á kristnum nótum og öðrum nótum og við berum auðvitað virðingu fyrir því að fólk sé ekki kristið og vilji sko ala börnin sín upp með öðrum hætti. En þá það, ég held sko sameiginlega eigum við öll kærleikann sem grunninn og hann skiptir máli. En hins vegar myndi ég halda því ég nefndi það nú hérna í sögunni, ég kom með í ræðunni, ég var með sögu af stúlku sem skrifaði Jólasveininum. Og ég sagði að börn væru oft sko dýpstu heimspekingarnir. Ég veit að spyrja börnin. Spyrja börnin. Eru þið hrædd í samfélaginu? Og hvað þarf að leysa? Ég viss að börnin eiga þessi svör sem að stjórnmálamennirnir og við fullorðna fólkið höfum ekki. En í grunninn er kærleikurinn svarið. Það er ekkert annað afl til í veröldinni sem getur gefið okkur frið og ró og réttlæti en kærleikur. Eru það ekki bara loka orðin hér í kvöld? Ást, kærleikur, elska. Kæra þakki fyrir komuna. Nú, þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við minnum eins og vanalega á það að þið getið haldið áfram að halda lífi í þessari stöð með mánaðarlegu framlagi. Mörg ykkar kjósa að styrkja okkur 2500 krónur. Sumir leggja meira fram. Ef þú ert í hópi þeirra sem hefur alltaf ætlað að styrkja samstöðuna en hefur ekki komið í verk, þá hægt að fara inn á vefsíðuna samstöðin.is, skrolla þar aðeins niður, finna hnapp sem heitir áskrift. Nú, samstöðin víða. Við erum í útvarpinu 89,1. Við erum á Facebook. Það eru tugir þúsunda sem fylgjast með okkur í hverri viku. Það gengur vel og við erum ykkur þakklát fyrir ykkar stuðning. Þátturinn verður ekki lengri í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.